Ég komin í mitt sæti aftur eftir viku frí. Hvernig heilsan? Hún bara gæti ekki verið betri. Og eins og þið heyrið að þá 1 graður mættur í stúdíu. Það Steindi Junior. Vertu velkominn. Heyrðu, býtu allar að opna þetta með vesenni. Ég skil ekki. Þú ert svo rosalegum gýr. Já, ég í gýr. Ég í svaðalegum gýr. Og ég fíla það. Já, ég í stór hættulegum gýr. Ég kann að meta. Það svolítið þannig, en ég er fyllandi fínn og fróðandi góður eins og yfirleitt alltaf. Er það ekki? Jó. Og aldrei verið betri? Aldrei verið betri. Egill ekki með okkur í dag. Nei, er það þessna sem út í svona mikil stemningu? Já, þá gýrast ég allir upp. Þá veit ég að þetta verður veisla. Egill í romantískri ferði í Boston að vesla sem að hefði verið fyndið fyrir 10 ára síðan, það var sagt mann það en í hans sæti situr hins vegar einn helköttaður, ekki ólíkur honum, Rikki G. Ertu velkominn. Þakkaði fyrir. Hvernig hefur King Richard það? Þegar þú hringdir í mig og sagðir, heyrðu, Egill hentist til Boston, Rikki ætlar að vera í dag. Ég hef aldrei verið jafn peppar þú sagðir það. Af því að ég er með augljósa staðreyndir í dag. Yes. Ég veit að Rikki gaman Vá. Ég veit að Rikki gaman Maður spyrja, eru þær augljósar? Þær eru vel augljósar og þær eru í rauninni brakandi ferskar sérstaklega fyrir þig. Og er spurning? Já, ef þú vilt hafa spurningu þá verður hún. Hún verður að vera. Þá heyrið það er augljósa staðreyndir. Ég ætla að spyrja þér ekki, hvern ertu? Ég bara held ég aldrei verið betri. Já, ok, þú fer bara í það. Já. Þú þarft samt eiginlega að finna þína eigin línu. Já, ég veit að ég er ekki búin að vera Þú ert alveg oft með okkur, hvað er með eitthvað betra? Getur ekki verið að stela af öðrum? Nei, ok. Ok, það spyrja aftur, ok, verð þú að segja ég fyllandi fyrir Já, ég meina, ég er bara fyllandi góður og fróðandi fyrir Það er gaman að heyra, Rikki G, hvernig ert þú? Rikki, hvernig ertu? Ég er bara geggjaður. Þetta er dótalið. Við þurfum að vinna í þessu. Við þurfum að gefa honum það var ógeðslegt, en að spyrja mig einu svona. Við þurfum að gefa honum heads up eða gera þetta aftur. Ætlar að grafa þetta eins og Steindi kom inn á augljósar staðreyndir. Það er nú ekki eina sem að Steindi með, hann er með eitthvað svaða tilkynningu klukkan 4:30. En ástæðan fyrir því að ég er svona peppaður er að það er rosaleg tilkynning frá mér, ekki þættinum eins og ofta. Þetta er þú persónulega. Þetta er bara ég persónulega klukkan 4:30, það er nú ekki langt, það er 25 mínútur í það. Það var einn sem að sendi mér á hann sem að giskaði og vera hættur að horfa á klám, er það tilkynningin? Ég ætla að segja bara eins og Skrækur sagði í Basketball fyrir þá sem muni eftir þeirri mynd, ef þú móðgar með svona 14 sem er viðbót, þá fer ég út. Svona 14 sem er viðbót, þá hætti ég þetta fyrir út. Ég ætla að gera öllu ganni sleppið, þá er rosalega tilkynning á Steinda, ég ætla að gera lítið úr henni. Nei, þetta er rosalega tilkynning og hún er merkileg. Þetta er eitthvað sem enginn okkur hefur gert áður. Nei, þetta er svolítið magnað og Ég veit ekkert. Nei, þú veist ekkert og ég eiginlega bara, ég vill ekki, ég tala af mér, ég heyra það. Ok, skulum hætta þetta. Bara eftir 25 mínútur er tilkynning. Við erum með kortmyndur frekar á sínum stað, sturlu staðrindar, hossaskýtur á sínum stað. Okkar Eurovision hann hefur farið síðan 2001. Hjörvar Hafliðason er stattur í Kyiv og ég náði að hringja hann fyrir í dag. Og hann er með rosa fréttir frá Kyiv, þannig að það er Eurovision hotn FN95 blöð og það er gaman að segja frá því að síðan við byrjum með þáttinn 2001 þá hefur Hjörvar alltaf farið út og ég hef alltaf hringt í hann. Þannig að hann er semst í Kænugari. Hann er í Kænugari. Já, hann er búin að vera þar. Við erum með föstudagsslagið, Sverrir Bergman kemur í heimsókn og með það, svo erum við með spurningakeppni Rikka. Já, af því að þú ert í sætuna hans Egils, þá ætlaði þú vildi vera með spurningakeppni. Já, þetta er, þó ég segi sjálfur frá, Egill, það verður ekki aftur spurningakeppna því þessi verður það góð í dag að Egill mun aldrei geta fyllt upp í þessu sport. Þetta líst mig vel á. Ert þú að vinna með það sama og Egill að þú kallar þetta eitthvað king of eitthvað svoleiðis? Já, reyndar. Maður spyrja henni, ertu samt að vinna með biffan, að flaskað upp, gellur og séti? Nei, það er ekkert af þeim orðum í dag. Þú ert ekki að vera að spyrja okkur hvort við höfum einhvern tíma að fara í þeng sem við erum búin að svara 20 sem áður. Þetta getur bara að vera skemmtileg spurningakeppni. Þetta meðist að ég er bara mjög peppaður. Hvað er þemaði? King of Mama's Boy. King of mömmustrákur. Þú veistu, ef ég á að Auði kemur sterkar en það. Ég viðurkenni það strax. Já, ég myndi ekkert útiloka neitt. Nei, en ég meina það fyrst mér heldur ekkert vera slæmt. Ég er bara mjög peppaður í þetta. Reynda varst þú á brjóst þegar þú varst 13 ára, þannig að þú átt smá séns. Já, nú áttu 13 morgun eftir, svo var ég bara farin. Þá gengi ég henn út, þú veist það. Er ég 13? Já, það er 13 eftir. Svo kemur Þórunn Antonía í heimsókn líka og hún er búin að skora okkur af því að hún er nú hérna með halda utan Sigrid Solstis og þar verða Prodigy. Þannig að hún er búin að heimta að við förum í karaoke-keppni og allir verða að velja eitt Prodigy-lag og það gæti orðið áhugavert og ógeðslegt. Sko, svona fyrsta sem er dettur í hug er Breathe. Ég er að spara að taka Firestarter. Eða Poison, I'm gone sending
fullt af lögum Ég get ekki þarna. það, ég með nokkuð lögar hérna. Þekkir þú eitthvað með Prodigy, Rikki? Já, ég er mikið að vinna með Smack My Bitch Up. Já. Ertu mikið að vinna með það? Nei, ekki alveg. Nei, bara Þú ert ekkert á leiðinni heim upp á eftir hlægið. það. Nei, ég er ekki að detti í lírabólinn heim því ég kem. og- Kona er nú ekki vona á handabækinu, það? Nei. Því að það er eins og ég hef oft rætt hér með Chris Brown að mér finnst ekkert aumingilegar í heiminum heldur en að berja konur. Já, þú eru að hætta því. Herðu, hvað er orðið 14-13? Já, þannig að það er bara rosa þáttur hjá okkur í dag og ég lof ykkur skemmtun. Svo vil ég nú líka nýta tækifæri fyrst að tala um þáttinn í dag að minna á asíska drauminn sem er 1945 á stöðu 2 í kvöld og rosa þáttur, en ég ætla að byrja hana þátturengir. Það er eitthvað fílingur í okkur. Það er komið sumar þó að veðrið úti sé ógeðslegt og þetta lag finnst mér stórkostlegt. Ef ég skildi, ég er að fara í 40-samli kvöld. Ef ég skildi ráða bæinn eftir ammali þá ætla ég að labba þar sem þetta lag verður. Þar inn og byrja að dansa. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Það held ég. Despacito, Louis Fonsi held ég hann heiti og að sjálfsögðu Justin Bieber. Ég er a believer. Já, ég hef alltaf verið það. Ég hef alltaf verið believer. Ég fílar endar útgáfuna þar sem að Bieber er ekki, bara latín útgáfan. Nei, það þarf að Bieberinn að það með maður. Nó, ertu ekki believer eða? Jú, ég minnst Bieber góða söngvari sko, en latínó, ég er latínó gæi. Það er ekkert latínó við ekki en Ertu að horfa á mig? Ég er tanarinn allt, ég er í Ralph Lauren ból og með dögt hár. Ertu tanarinn allt í Ralph Lauren ból með dögt? Guð, góður, það eru förum í slúður. Er það latínó? Ég ætla að hræðilegasta lýsing sem ég Ég fatt að þetta nú, þetta var hræðilegt. Ég ætla að byrja slúðrið á Kardashian fjölskyldinni. Ég veit að ég hef sagt áður hér í þessum þætti að ég ætla að hætta að fjalla um þessa fjölskyldu en það er, it's a slow news day eins og þeir segja í slúðrinu. Já, ég hef nú alltaf nokkuð gaman að því að heyra frá þeim. Já, líka ef að pappiðinn að hlusta þá verður hann sáttur. Já, ég segi það, þetta er nú svona aðalega fyrir hann. Og það eru nokkra fréttir enn. Í fyrsta lagi vissi ég þetta ekki en sko Kim Kardashian og Caitlyn Jenner talast ekki saman og hafi ekki talað saman lengi núna. Eftir að Caitlyn Jenner gaf út bók þar sem hann fjallaði hvernig samskiptin væri í fjölskyldinu og þetta væri svolítið svona verið að sýnast fyrir myndavélar og annað en það fór fyrir hjartað á Kim Kardashian ásamt því að Caitlyn Jenner talaði ekkert allt og vel mömmunar. Ok. Og þannig að þau talast ekki saman og það hefur bara verið þannig heil lengi. En pappin? Það er hann, Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, Já. Bruce Jenner, Já, ég held að það væri systirinn. Nei, það er rosalega vitleysir alltaf. Kyle og Kendall. Allt í vitleysir hana. Kylie og Kendall Jenner. Já, þannig að þetta var pappin. Nei, þetta var, þetta er fyrrum stjúppappinar orðin. En myndir þá segja að þetta væri, þau eru að rífast út á fyrrum stjúppappi. Hvað er í óbræðina? Hverju höldu ekki áfram þær? Þetta lítur að vera mamma þeirra? Nei, þetta var stjúppappi þeirra og núna er þetta bara stjúppfrænka eða eitthvað, ég veit ekki maður. Nei, hann er örgulega frænka þeirra. Í dag? Bruce Jenner. Ég skil ekki til þessu. Þetta minnir mér svolítið á lagi að ég er afi minn með latta. Það var allt komið í rugl. Svo er það er meira Kardashian fjölskyldina en það er ekki bara Kardashian en þekktir einstaklingar sem eru fengnir til að auglýsa vörur og samfélagsmiðlum eru að græða gríðarlega peninga á miðlum eins og Instagram og Facebook og Twitter og fleiri. Sátt í dag, þetta er rosalega. Og það eru að græða hátt í 50 miljardar ári á samfélagsmiðlum. Tala 50 miljónir fyrir eina Instagram-mynd sem Selena Gomez er að græða á. Fyrir eina mynd. Það er ekkert smár. Þú getur basically bara verið í þessu. Það þarf ekki að gera þetta. Það er náttúrulega fullt af fólki sem lifi bara á þessu það er samfélagsmiðla stjörnur. Einmitt. Og gaman að segja frá því að Rikki, hann ætla greinilega að ná sér í eitthvað af þessum miljardum því að hann skráði sig á Instagram í dag, ekki nema 6 árum og seg. Já, verður velkomin á Instagram. Ég held að þetta væri bara eitthvað eins og Facebook að því ég var alltaf að sjá alltaf einhverja bara sér Instagram Vissur ekki eins og bara hvernig Instagram virkaði? Nei. Ertu eitthvað rugglaður? Ég hef bara aldrei pælt í þessu, ég held að væri bara einhver Vissur ekki hvað Instagram er? Nei. Þú bara postar inn og þú ert yfir útastöð.
Ég bara var að adda mig núna Varstu að adda þér? Ég var að sæna mig inn á Instagram. Það er ekki, þú þarft að vera með puttan á púlsinum. Ég meina, þetta ekkert stærri en Snapchat eða Twitter eða Facebook eitthvað. Ég myndi segja þetta að vera stærri en Snapchat. Núna ég búin að vera klukkutíma á Instagram og ég kom með 200 followers. Það heldur vel gert. Til hamingju með það. Ég var að poppa kampæni. Já, við ekki bara að leggja það 50 Hvað ertu að gera? Hvað viltu? Pósta með eitthvað drastlafna og við leggjum inn á þig. Halda áfram með þáttinn og ekki berja mig bara. Hvað King Ricky í Polo Bolo og helt hanar að rukka fyrir eina mynd á Instagram ef það eitthvað fyrirtæki hérna úti sem vilja hafa samband? Ef ég auðvitað ykkur að vöru? Já. Bara, þú veist, ef það verið Dominos, bara ykkur innegn eða eitthvað. Já, bara, pæli því. Það er svolítið þannig á Íslandi, sko. Já, ef ég var eitthvað fyrirtæki til bæ, þá myndi ég ekki hika við að taka upp síman, syngja beint í Rikka G og láta hann vera slafir ykkur í sig og gefa hann smá innegn. Nú ekki bara tala Rikka, sko, Snapchat-stjörnur og Instagram-stjörnur á Íslandi. Ég held ég mest að fá innegnir heldur fyrir ekkert en pening, sko. Já, ég efast að ég held að segja ekki til íslensk samfélagsmiðla stjarna sem að lifa á því. Borgar reikningana með því. Nei, held ekki. Manuela? Hún borgar ekki reikningana með Instagram-myndum, sko. Hvað heldur hún sé bara keyrandum og reynsfróður af því hún með, 11.000 manns á Snapchat? Rikki, vaknaði. Þú þarft að googla þetta til að komast að því. Alveg sem að Herðu, svo það næsta slúður og loka slúðupakki dagsins. Það á honum Steve Harvey, vitið ykkur það er? Já, meistari. Var það ekki gæinn sem dó þarna þegar skatan stakk hann eða? Nei. Herðu, Steve Harvey allavega, hann grínisti og hann reyndar komst í heimsfréttirnar daginn fyrir að segja vitlaust nafn í fegurðarsamkeppni. Nema, ég held þetta að vera algjör toppgaur. Hann virkað þannig þegar þú horfir á þætti með honum og virkað skemmtileg. Já, mér finnst hann, hefur aldrei finnst hann eitt. Nei, veistu hvað hann var að gefa út núna? Fyrir seríu 5 á sjónvarpsþáttunum sem hann í. Einhvern rosalega svona bara haldið ykkur í burtu memo sem hann sendi á alla starfsmenn og ég ætla að lesa núna hratt yfir við höfum smá tíma hérna þetta er ekki langur pistill en hlustið núna. Good morning everyone, welcome back. I'd like you all to review og bara hérna the following notes for season 5 of my talk show. There will be no meetings in my dressing room. No stopping by or no popping in. No one, með caps lock. Do not come to my dressing room unless invited. Svo kemur, do not open my dressing room door. Svo kemur með caps lock. If you open my door, expect to be removed. My security team will stop everyone from standing at the door who have the intern to see or speak to me. I mean, all the abusing to stop now. That includes TV stuff. Það má bara enginn tala við hann nema hann tala við þau að fyrra bræði og ef þú mætir, það stendur hérna, ef þú mætir hann að ganginum þá máttu ekki heilsa hann hann heilsa undan. Já, þú þarft að fela þig bara. Hann bara rugglaður. Þetta er hann ekki bara eðlilegt. Nei, þetta er ekki eðlilegt. Það finnst mér ekki, minnst það allt annað. Já, þetta er skita og þarna er Steve Harvey, þetta er fólk sem er að vinna með honum. Hvernig þetta vera svona leðilegu við starfsfólk sem þetta er alveg hræðilegt og hann er að leggja álítið af minn hún kallinn. Það var slúðupakki dagsins, sáttu með hann? Já, ég hefði nú viljað fá eina gamla kempuðand inn, Cage eða Snipes eða Kurt Russell jafnvel, allan sem að hefði komið honum. Það er ekki flókið, við erum að frjóðlýsingar, googlaðu það bara. Matur sem kemur þér í betra skap. Serrano, Fresh, Happy, Max. Allt fyrir skemmtilegt Eurovision kvöld á góðu bónusverði í Bónus. Verið velkomin, starfsfólk Bónus. Þetta eru 33 syngandi milljónir og ekkert hægt og hljótt við það. Vinnur þú, vertu með, á veistu svarið. Lotto, leikurinn okkar. Á morgun, laugardag, milli klukkan 11 og 15 bjóðum við öllum Toyota-eigundum að koma með bílana sína í vorhengirningu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota. Við þrífum bílina utan, grill, gos og sumar glaðningur fyrir börn og fullorðna. Komdu í heimsókn og aktu á skínandi hreinum bíl inn í sumarið. Toyota. Við höfðum til þín. Höfðabílar. Ibuprofen Brill frá íslenska lyfjafyrirtækinu Williams & Halls. Fæst í næsta apóteki. Boltinn í beinni á 20 sjónvörpum og breiðtjöldum. Boltabjór og kjúklingavængir á tilboði. American Bar. Staðurinn þinn. Það er risapottur í boði fyrir 13 rétta á enska getrunarselinum helgina. 1x2 í tippum. Kennarastarfið gefur þér tækifæri til að móta framtíðina. Kynntu þér kennaranám við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Álfasalan er í fullum gangi. Takið vel á móti sölufólki okkar. S.A.A. Weber. Gæði, ending,
Ánægja. Skoðaðu úrvalið á weber.is. Besta útsýnið í bænum. Aktu taktu Skúlagötu. Í kvöld á Stöð 2 Impractical Jokers, asíski draumurinn, bráðfjörugur þrautaþáttur með Ödda, Sveppa, Steimda og Pétri Jóhanni. Og þar á eftir frábærar bíómyndir, Step Brothers, gamanmynd fyrir alla fjölskylduna og My Old Lady, romantísk gamanmynd af allra bestu gerð. Stöð 2 margfalt skemmtilegri. Hvað betra en góður skyndibiti? Hollur og góður skyndibiti. Lokal. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það Steindi Jón, Rikki G og Auðun Blöndal með ykkur á þessum æðislega föstudegi, drengir. Það er ólýsanlegt að segja ykkur frá því hversu miklu stuði ég er í. Ég er alveg stórhættulegu stuði. Gæti leitt inn í kvöldið eða? Ég veit þú vilt það. Þegar þú ert að fara í eitthvað tjóðsamalið, þá viltu að ég fara í eitthvað rugl. En það gæti alveg gest í viðkynna. Gæti gest. Ég þarf ekki meira, en það er komið að dagskráraliðinu hvort myndirðu frekar. Já. Og hann er ekki flókinn. Það eru hér 3 spurningar sem ég spyr drengina og þeir þurfa að segja mér hvort myndir frekar gera. Er þið ready? Við erum klárir. Já. Fyrsta spurning, hún er nú ekki flókinn. Hvort myndir frekar sleikja hund eða kött? Hvað áttu eiginlega við? Hvort myndir sleikja hund eða kött? Hvað ég við, hvað minnur? Hvað er þetta að tala um, bara að henda sér í 69 með einhverju labrador eða? Ói. Nei, ég var ekki að meina það. Hvað er bara að sleikja baki honum eða? Hvað helst þetta? Í hverju líði mér eins og hálfvitaðina? Ég var bara að segja, ok, orðum þetta þannig, fyrst þú ert komin í svona Óibarasta, þetta varst þú. Þetta er þú að góðgjast þau. Ok, förum frekar. Já, ég bara. Ok, fransku koss, breytumst í það. Hvað minnur, breyta þessu í það? Varst þú að tala um að sleika honum bakið, en svo viltu vera að breyta þessu í sleik? Já, ég var að tala um að sleika, það er bara... Þá var ég nú ekkert einhvern veginn alveg way off að það, sko? Nei, ekkert way off. Þú varst komin í 69 við hund. Nýmdu vissi að það voru way off. Tjóðvill er þetta einhvern veginn, þetta er eskjulegt að sprakt þetta, sko? Þess vegna ætti ég bara að dempa þetta niður og bara spyrja, þú ætti að fara einn fransku koss bara fyrir bíómynd, eitthvað, maður oft séð þetta í bíómynd. Já, ég meina, ég hef farið oft séð þetta í bíómynd. Ég fór í sleik við hund bara í steindanum okkar. Já, nákvæmlega. Kettirnir, þeir eru alltaf, málið það, hundar eru alltaf að sleikja sér drasklið allan daginn. Þannig að það er verra, þeir eru alltaf bara að gera ekki annað en að vera í ykkur svoleiðis rugli. En kötturinn, hann er að bíti í mís og koma og bíti ykkur að starra og þetta er erfitt, sko. Já, ég heyri það, þetta er rosa pæling hér. David Attenborough Ég hugsi ég myndi fara í sleik við hund. Hundurinn? Já, Rikki? Ég hugsa það. Skrítin spurning hérna, ég finna það. Ræðileg spurning. Nei, þetta er svona Þetta er alltaf að skárra en þetta sem ég hélt að byrja. Já, það var enginn í því. Ég myndi taka köttinn. Taka köttinn, okkur? Var í sleik við kött? Bara, ég held að hann sé fljótar að gleyma. Fljótar að gleyma? Já. Hann í þessu samhengi? Hvað heldur það að liggja einhver á hundinu þá hann sé búin að taka eitt koss? Já, 100%. Hundar sleikja alltaf upp í mann eða geta maður. Herra, getur við farið í næstu spurningu? En byrju okkur, ertu með eitthvað svona kattarfettis? Nei, ég er ekki með kattarfettis. En svo myndi samtalið, þú varst ekkert lengi að svara, þú myndi farið í sleiku kött. Ég bara valdi af einhverju 2 illu, þetta er eins og bara, þú veist, það er ekki hægt að svara þessu. Nei, En þetta er ekki eitthvað svona, þegar þú ert búin að taka fasteignasalan þá hendur hún ekkert í kattarfett. Nei, þú vilt ekki vera mikið í þessu, þannig séð. Herðu, förum í næstu spurningu. Finnur ekki bara kött út á götu og bara hún fer í reyna að fara í sleiku. Herðu, það er næsta og hún er svona, ég fór að hugsa, ok, fyrst held ég bara, þetta er of létt til að setja þetta, en svo samt fór ég að pæla og nú mega líka hlustendur, ég er svona að hugsa hvað þeim myndi gera. Hvort myndi frekar vilja að það kemi enginn í brúðkaupið ykkar eða enginn í jarðarförunni ykkar? Sko, þú ert bara dauður. Það var það sem ég hugsaði samt, sko, en svo fór ég að hugsa þetta lengra. Samt að hræðilegt enginn mætir í jarðarförunna hérna. Já, en það er líka hræðilegt ef enginn mætir í brúðkaupið. Þú ert allavega með dömuna, sko. Já, það er allavega 2 mennar, bara einn í kistunni. Er þetta samt ekki, maður getur ekki verið að gifta svo að mætir enginn maður. Þú veist, þetta er á að vera eitt stæðst í dag, á að vera, þetta er, jú, allavega einn af þeim.
Þú ert eins og ég segið, þú ert dauður í hinn og veist ekki eins og það samt hræðilegt bara svona, þú veist. Já, hún var jarðar í gær, já. Það mætti enginn, presturinn var bara eitthvað. Já, en það var hræðilegt, ég bara að gifta mig hérna og það mætti enginn, þú veist, það einhver svona fótobúðklefi frammi með svona skrýtni nefum og höttum og bara þið tvö í því hérna og ég þetta cateringi ykkar. Við erum þá alltaf hamingjusum. Þannig að þú ætlar að vera með svona fótobúð þegar þú giftið þig, Steindi? Ég meina, ég nenni valla að fara bara svið að halda ræðum sjálfa mig í brúðkaupinu, sko. Já, þið eru bara tvö. Ja, þú veist, þetta bara skrítið. Þannig að þú segir brúðkaup? Ég ætla að segja að ég myndi frekar vilja fá engan í jarðarförnum mína. Já, þú meinar. Ok, Rikki? Já, ég get bara ekki hugsað að ég sé að verið að fara að tyrfa mig og það sé enginn að mæta í jarðarförnum minni. Við verðum bara að taka þetta tvö og Valdís. Í brúðkaup? Hvað, það verður tvö í brúðkaupinu? Já, við verðum bara að gera þetta romantist þar. Hvernig verða þessar klippmyndir þarna í fótobúðklefunum? Þú ert nýkomin á Instagram, hvernig verða það myndunum? Bara við? Já, við bara gerum þetta eitthvað skemmtilegt. Það verður eitthvað hashtag eða? Hashtag enginn? Nei, bara hjarta, Rikki og Valdís. Ég er ánægð með Rikka, hann vill ekki láta að gera það seinan. Ég kann að meta þetta. Maður vill láta að bera sig út og allir að gráta. Þú veist, hvað ætla presturinn að bera kistuna? Það getur ekki búið kistuna inn út, sko. Ég er dauður, Richard. Það kemur ekki við hver væri að bera mig yfir höfuð neitt. Þú getur verið að horfa. Þú ferð úr líkamanum og ert stattur. Treystu mér að ég færi úr líkamanum og ég geti farið hvert sem þá væri ég ekki stattur í minni eigin jarðarför. Ég væri farin á okkur geggjaðast. Þeir eru ekki sammála drengirnir. Ég væri farin yfir í góða heiminn. Ég held ég sé sammála Steinda og það held að vera með brúðkaup og engin mætir. En svo reyndar ég líka, ég kann að meta svarið þitt, Rikki. Síðasta spurningin, hún er eiginlega svona myndurinn fyrir cash, eða myndurinn fyrir kass eins og við köllum það hér í þessum þætti. 100 milljónir og ég ætla að byrja á þér, Steinda, því að þið fá ekki sömu spurningu. 100 milljónir eða aldrei aftur að spila tölvuleik? Wow. Þú veist, 100 milljónir er alltaf bara game changer tala. Þú veist, þú ert breytir lífinu. Já, þú breytir lífinu. Þú getur borgað þína skuldir, þú getur keypt þér eitthvað hús, þú getur keypt þér eitthvað bíl eða whatever. Þú getur komið hrikalega vel fyrir og þetta er náttúrulega bætist á það sem að þú veist, þú átt alveg eitthvað peningi. Já, þú þurftir bara ekki að hafa neinar, já, þú veist, þú fær gefins 100 milljónir. Skattfrjálsar. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta breytir öllum, að sjálfsögðu. En það getur ekki spila tölvuleiki. Það breytir. Þetta er no-brainer. Þetta breytir hans vegar mjög miklu. Ég myndi hægt að spila tölvuleiki fyrir 500 kall. Já, ég taka þetta fyrir 50. Já, þið eru ekki gamers. Þið eru ekki alveg gamers. Ég setja með headphone og þrívítakliru og spila tölvuleiki. Ég setja með hjálm og spila tölvuleiki. En alltaf að hætta, nefnum að setja símaðin á silent. Hvað ert í útvarpi í fyrsta sinni? Nei, það er bara alveg, það er brjála að gera. Það loða alltaf línur þetta. Það er bara spenntið, það tilkynning eftir smá. Það er bara fólk er peppað. Ég veit það. En hvað ætlar að segja? Ég ætla að segja, strákar, ég myndi gefa skítina peningi, ég myndi spila tölvuleiki. Jesús, menn, þú ert að ljúga. Akkur er þetta svona líginst? Ég hef aldrei logið hlustendum. Ég myndi í alvörunni freka vilja spila tölvuleiki. Veistu hvað tölvuleikirnir munu þróast bara næstu 5 og 10 árum? Ég gæti ekki Það fer ekki bara í göngutúru svo venlegt fólk. Ég gæti ekki hort á dóttir mér eftir 10 ár í einhverjum þvílíkuleik, í einhverjum sýndaveruleik að gera eitthvað trillt og ég væri bara, ég má ekki prófa. Búin að eyða peningum. Rikki, þú færð 300 milljónir. Já. En þú mátt aldrei spila golf aftur. Kallaður mitt no-brainer. Þú mátt aldrei setja 10 í gras og sláða. Nei, þú veist ekki, þetta er bara fáránlegt. Ég er alltaf, mitt er skemmtilegt, sko. Þitt er skemmtilegt, hvað, að spila tölvuleiki með pítsuða? Setja 10 í gras. Ertu að segja mig það að ég get ekki fara aftur með Búlgaríu til með blöð og spila golf aftur í Sunshine 25 gráðum meitt kaldan? Þú getur farið til Búlgaríu með blöð og staðið á kantinum og drukki bjór. Já, frábært. En málið er það, þú veist, það sem þú ert að spyrja Rikkum, myndur þú aldrei vilja alveg aftur labba einhver staðar í asnalegum buxum, þreyttur og sveittur að setja 10 í grasflöt á móti 300 milljónum. Þetta er sem ekki no-brainer. Ég er alltaf upp í sófa og ég er að gera eitthvað sem ég get ekki gert í alvörunni. Ég er að sprengja húsið eða eitthvað. Já, frábært. Sem er trillt, sko. Ertu að grínast á tilfinningunni þegar þú smell hittir bolta og setur hann og smyrðan upp á pinna? Já, ég það svar. Ég fórnaði 100 milljónum á það. Herru, ég verð að segja þér að taka þennan pening og sjá þér að 300 milljónum og ekki spila golf eftir. Aldrei spila golf eftir? Ég myndi taka þeim. Já, ég meina, þú veist, þá bara ég færi bara í snörun. Ég get ekki spila golf. Nei, hvað? Nei, ég ætla að spila golf. Jæja, þá veitir það, en klukkan er orðin 12 og við þurfum tilkynningu frá þér, Steinþór Róar Steinþórsson. Hvað er tilkynningin? Herru, ég hef verið til í að geta verið með eitthvað svona trailer eitthvað? Eitthvað trailer, ég hef þetta að gera trailer. Skal hækka þetta,
komið. Já, takk fyrir að gefa mér þetta hip-hop lúpu þarna. Ef ég Egill hérna, ég beði hann að hendi trailer fyrir mig. Hann nú svona séni að gera trailera. En það rosa tilkynning, það bara komið með henni. Já. Og ég kom með þetta. Já. Drengi mínir, akkurat núna á slæginu hálf, hún með þess að 32, hún 2 mínútur yfir það. Þá getur þú farið inn á App Store eða Play Store eða út í Android og náður í nýtt app sem var að koma út sem heitir The Top List. Og þetta app sem ég var að gefa út á. Og þetta appið þitt. Þetta komið sitt eigið app. Það er komið app sem heitir The Top List og það bæði fyrir Apple og Android. Og það getur hver sem náðið það akkurat núna og það Top List. Og út af hvað gengur þetta? Já, þetta ekki flókið. Þetta sem sagt app sem heitir The Top List og þú, sem sagt, þetta snýst að þú segir að safna top dollars. Þetta allt mjög bólin, logoið, logoið mitt. Það svart. Mér alveg saman hversu flott logoið, út af hvað gengur þetta? Það stafir sem stendur á The Top List. Út af hvað gengur þetta? Þetta gengur út af það að safna top dollars. Og hvernig færðu top dollars? Þú getur bara fengið á frýtt í forritinu. Þú bara ferðar inn og bara sæna þetta inn og sækir top dollars. Þú getur fengið að þú sækir, það fyrir eftir hvað þú vilt sækja marga top dollars og það er alltaf að bíða eftir nýjum skammti, fattar þú? Og hvað gerist þegar þú ert með flesta top dollars? Og síðan snýst þetta að safna top dollars og þeir sem sá sem á flesta top dollars, hann nummer 1. Hann bestur, nummer 1 í heiminum. Ok. Já, ég fattar. Fattar? Já, hann bestur í heiminum. Já, bestur í hverju? Hvað mennur bestur í hverju? Hann nummer 1 í öllum heiminum. Það þarf ekki að gera neitt. Það eru 2 listar. Það Today List og All Time List. Today List, hann sem sagt enduræsist, hann endurnýjast á hverjum einasta degi, á miðnætti. Þannig að þú ert ekki að gera neitt. Nei, byrju, hann hreinsast alltaf daglega, hreinsast hann út, búm, hreinsaður út. Já, en hvað grætti sá sem var eftir? Að því, svo All Time listi sem hreinsast aldrei út. Aldrei. Hvað grætti? Ég að kaupa þetta. Þetta kaupa þetta okkur? Segjum að þú sért núna komið kannski með 500 top dollars í dag. Já. Svo hreinsast þér út og þú getur farið aftur á morgun og safna. En svara mig, hvað grætti ég á að vera með 500? Þá ertu kannski 1. sæti eða 3. sæti eða 4. á All Time list og hann hreinsast aldrei. Þótt að kemur heimsendir. Hvað vinnur sá sem að vinnur top dollars yfir daginn? Hver sá sem eftir sæti? Hvað fær hann? Þú fær náttúrulega ef þú ert í 1. sæti. Ef þú ert í 1. sæti í dag til dæmis, þá færðu náttúrulega, getur það færðu rándýrt achievement sem stendur bara achievement? Fæ ég enga peninga en þetta? Pening? Nei, þú ert ekki áttað á þessu. Þú ert bara á toppnum. Þú ert á toppnum. Gengur þetta bara á það, verður númer 1? Hefur þér aldrei langað að vita hver sé númer 1 í heiminum? Ég veit það. Hver? Steven Seagal. Steven Seagal? Já, ég reyndar ekki farið inn á topplist akkurat núna, en ég efast að hann sé það númer í 1. Ég að ná mér í þessa snill. Herru, ég þarf að skoða þetta betur. Þetta snýstu. En basically, ég með mikið keppniskap, ég vil alltaf vinna. Þannig, þetta bara ekta fyrir mig. Já, þú fer bara inn á The Top List, nærðið það. Alltaf vera að þú getur actually orðið bestur í heiminum. Ég er að ná mér í þessa snill. Þú getur orðið bestur í heiminum að gera ekkert. Nei, ég meina að vera á toppnum. Þú ert á toppnum. En Öddi, það er eitt með langar að koma inn á það. Við erum með, að því að við vorum að lansa, þá erum við með leik í gangi sem er mjög skemmtilegt. En þú ferð inn á Facebook síðan okkar sem er Facebook The Top List App. facebook.com/The Top List App og þar erum við leik í gangi og ætlum að gefa 2 nýja Samsung Galaxy S8 síma sem eru ekki kominir út svo þú getur skorað á vinnin í The Top List og það verður dreigið út bráðlega. Þetta er ekki veisla. Á morgun, laugardag, milli klukkan 11 og 15 bjóðum við öllum Toyota-eigundum að koma með bílana sína í vorhengirningu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota. Við þrífum bílina utan, grill, gos og sumar glaðningur fyrir börn og fullorðna. Komdu í heimsókn og aktu á skínandi hreinum bíl inn í sumarið. Toyota. Til hamingju Ísland með að Eurovision potturinn stefnir í 33 syngandi milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Krónudagar, umgerðir frá 1 krónu. Pro-optik gleraugu Kringlunni.
Kæri hlustandi, það væri alveg geggjað ef að þessi auglýsing myndi hitta beint í mark á þrennan hátt. Númer 1 ámyndin á að samfæra þig að Apple MacBook tölvurnar væru bestu fartölvurnar í öllum heiminum. Númer 2 að þú myndir kaupa eina slíka í Maklandi núna. Númer 3 að við myndum fá íslensku auglýsingaverðlaunin lúðurinn fyrir þessa auglýsingu. Já, það væri geggjað ef allir þessi 3 punktar myndu ganga upp. Makland, besta land í heimi. Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú hort á uppáhald sjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær sem Því áskriftin fylgir þér. Skoðaðu möguleikan á 365áskrift.is. Bílavarahlutir og enn meira af bílavarahlutum. Olsen, skefinu 2 og hér röða 9. Fallegur, frumlegur og ferskur matur með áhrifum frá Austur-Asíu. Nam, bjóddu bragðlaukunum í ferðalag. Þú skráir bílinn frítt hjá okkur á Höfðabílum og við seljum hann fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Félagar í félagi fasteignasala eru bundnir ströngum siðareglum störf sín. Við erum félag fasteignasala. Ég kannski ekki svo hæfileikaríkast ég mikið djöfelli verið hugulegur og vell í sumar. Lifi bumbuboltinn. Að sjálfsögðu, Jóúterji. On the go tilboð. Bygla, kaffi eða kakó, 499 krónur. Aktu taktu. Ég tek alltaf eftir vel bónuðum bílum. Þess pottþétt bónaðar með Sonax. Sonax bílabón. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6, það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það hárrétt til þessum snilling, það Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 blöð og við þökkum þeim kærlega fyrir það. Ég var nú bara þar í vikunni og ég er ekki frá því að bestu pítsu landsins séu þar á Shaken Pizza. Já, það allavega, ég slum orða það, hann maður bara hættir ekki að geta borðað það. Og nú er ég ekki bara að segja þetta því að kosta það, mér finnst þetta bara geggja hjá King Simavill og Prins Jó Áspjörs. En það hins vegar komið tíma á dagskrálið sem hefur verið í FM 95 blöð síðan 2011. Það eins og flesti vita Eurovision á morgun, því miður Svala okkar Björgvins ekki með. Hún stóð sig eins og hetja á sviðinu, gerði sitt besta en Evrópubúar bara ekki með sama tónlistarsmekk og við Íslendinga greinilega því að kusu hana ekki áfram. En við höfum hins vegar hér í þessum þætti alltaf sendt okkar mann Hjörvar Hafliðason út á staðinn þar sem að vera að halda keppnina og það svo skemmtilega til að hann mitt stattur í Kænugarði núna eða í Kív og ég að spája að heyra bara hérna aðeins í drengnum. Ég ætla að ringja í Hjörvar Hafliðason sem stattur í Kív. Tekum við á hann. Hjörvar hér, Kív Calling. Kív Calling, þetta rétt, þú ert í beinni frá Kív. Hjörvar, okkar Eurovision maður hefur verið það síðan FM 95 blöð byrjaði. Æðislegt hefur gáttu sendið út, hvernig búið að vera? Það búið að vera svona upp ofan, náttúrulega, þetta búið að vera mikið ferðalag, búið að vera Svala, búið að standa þessi frábæla, hún náttúrulega sló í gegna og blaðamannafundinum á mánudaginn. Já, ég frétta því nefnilega. Og já, það var virkilega skemmtilegt og hún söng meðal annars Paper-lagið sitt á arabísku og heillaði meðal annars ísraelskan bloggara sem að fá einhverjar 37 heimsóknir á vefsíðu sína á hverjum degi og sá kunni fullt af íslenskum lögum úr Eurovision. Já, hann hefur verið svona að þekkt okkar lög og framlög. Já, algjörlega, en svo kemur hann að þriðjudegin og þá vaknar hún með einhverja smá flensu. Hún Svala? Já, það var svona eitthvað smá hæta í náður. Já, ok. Það fór eitthvað illa í hana. Ég skilji. Og þetta fór eins og það fór á þriðjudaginn. Hún stóðst þess að þessu hetja á sviðinu, hún var góð. Já, hún væða það, hún stóðst vel á sviðinu og við vorum svona vongóð og allavega við fylgdaliði hérna í Kænugarði. Já. En þetta fór eins og það fór en eftir það náttúrulega hefur stemningin náttúrulega súrnað mikið eftir að úrslitin voru kunngjörð. Ég skil þig, það leiðilegt að heyra. Og það kemur sem sagt, þetta væntanlega að koma í blöðin heima, gerist auðvitað atvik á miðvikudaginn að Gísli Marteinn mætir í þetta partí, þetta Íslendinga partíin í Kív. Já. Sem að var hjá hérna sendiherranum okkar hérna. Já. Og Gísli Marteinn segir uppátt, það hefði verið alveg sett að senda útrunnin Svala í þetta Eurovision dæmi eins og senda þig og segir það yfir allan hópin. Já, ok. Og hann var alltaf, hann var búinn að gera þetta helgina, hann kallaði Svörlar útrunnin Svala. Og hvað var hann komin í það kallinu?
Já, það var fyrsta skipt sem hann sagði þetta við hana. En hann var búinn að vera að gera þetta rosa mikið. Hann og Selma eru vinir. Selma Björns. Já. Og hann þolir ekki þegar einhverjar stelpur fara út og reyna að toppa árangurinn hennar. Já, hann verið í þessu. En ég var samt búinn að heyra nefnilega sko að það væri svo góð stemming í hópnum. Það var það til að byrja með. Já, ok. En svo droppar hann þessu og segir, hefði ekki verið betra að senda útrunnin Svala þarna í staðinn. Já, ég skilur. Og þá verður allt vitlaust og Svala nær í hníf þarna, svona rambóhníf, og byrjar að sveifla honum. Og Gísli panikar aðeins og veistu hvernig Gísli, hann alltaf með eitthvað svona litla svona bánsakanínu með sér hvers sem hann fer. Nei, vissi það þetta ekki? Nei, allavega, hann svona heldur á henni og kreistir hann að hann verður stressaður og svona. En hún fer allavega að sveifla hnífnum hann í allar áttir. Svala? Og byrjar, já. Og fer í Gísla Martin og næri eitthvað aðeins að skera hann sko. Sem enda með því að ég þurfti að skaffist í leikin. Og ég náði svona að læsa hendina á henni, þannig ég náði að handleggsbrjóta hana. Af því að hún var nefnilega að koma með kannu og ég sagði sko, á hverju gæti ekki sett kannuna aftur í kassan. Þú voru það verið svo stengið, því líka villisamt. Já, ég skilði, þetta er ekkert komist í blöðin þetta heima. Nei, það var mjög sérstætt að þetta var ekki dótt í blöðin. Já, mjög sérstætt. Og hvernig er stemmingin í hópnum þá núna? Hvað segirðu? Hvernig er stemmingin í hópnum núna? Hún er mjög slæm, við áttum náttúrulega að fara heim í gær. En náttúrulega við vorum náttúrulega með rúfrútuna hérna með okkur. Og við áttum að bara leggja af stað í morgun en svo alltaf var verið að fara að vekja Bödda klippara þegar áttum að leggja af stað upp á flugvöll. En það beið okkar bara einhver vodkaflaska bara sem hann henti í hurðina og sagði sko frekar drepa síðan að missa lokakvöldinu. Þannig að við verðum hérna alveg fram á þriðjudag. Ég skilur. Já, það er nú stemming að fá að vera aðeins lengur úti. Já, þannig að það er ágætt að fá að vera lengur úti. En það er svona eftir að þetta gerist þá og þau tvö ekki tala saman. Nei, hvar stendur þú í þessu öllu saman? Ég náttúrulega var við að snemma að hann var farin að kalla Svölu útrunni Svala. Já, sem er ljótt og leiðilegt. Sem er lélegt, sko. Já, ég sammála því. En það að hún grípa það í hnífinn leið og verður ég veit ekki alveg með það. Það er erfitt að verja það. Já, það er rosalega erfitt að verja það en sem betur fyrir sko þá náði ég afvopnana og setti síðan kannina bara aftur í kassan að skýrsla. Það er gott að heyra en svona í restina Hjörvar, það er nú kannski ekki jafn mikil spenna fyrir úrslitakvöldinu en svona hvað er þitt lag? Er eitthvað svona sem getur? Já, ég held að ég verður nú að segja að rúmenska lagið það er nú heillað mig mest. Æja. Það er þarna stúlka sem að syngur á mjög sérstakann hátt, hún jóðlar skemmtilega. Já. Og hún er með rappara með sér. Já, alveg rétt, ég er búinn að sjá það, það er skemmtilegt. Já. Mjög gott. Og við rættum auðvitað við hana sko og það kom svolítið óvart að hún elskar Ísland. Já. Og ég sagði, I'm from Iceland. Þá sagði hún, þá sagði hún, Kaleo, sagði hún. Já. Ég sagði, yes, Kaleo. Og þá sagði hún, yeah, I know their song. Skemmtilegt. Þannig að mjög það var frábært. Takk fyrir þessa sög, já, þessi var góð. Bara hafðu það gott úti Hjörvar. Og við sjáumst á þriðjudaginn og bara... Já, ég lendi á miðvikudagsmorgni, þannig að okkar tíma, þannig að þetta verður bara verið svo það er. Já, og við byrjum að helsa Gísla Martinu og Svölu. Gera það. Okay. Svölustu skaffiringarnir í dag, það er ekki neinum blöðum það að fletta. Úlfur með lagið Bróðir, hvernig ætlar að standa þér storminn Bróðir? Þeir eru með þetta, það verður ekki aðeins tekið. Steindi Junior er núna út að reykja sem betur fyrir reykir Rikki ekki því að annars var í einniðinni. Það er hárrétt sögur, það er viðbjör að reykja. Já, og viðbjör, ógeðslegt. Og ég mun, aldrei gúttira það að einhver í kringum mig reykji. Sammála því. Þó svo að... Samt gerir Steindi það? Já, ég veit, ég get ekki stoppað hann er búin að... Þetta var að byrja áður með Kidston. Hvernig er það, þú veist, þið roadtripið nú mikið saman, hvernig er það verið með upp í bíl? Er hann ekki endalust, leifur hann að reykja í bílunum sem þú ert eða? Finnst það ekki líklegt? Það sé bara neina réttu við leiðina mér í bílunum. Hvað er það að stoppa? 6 sinum á leiðin til Akureyrar eða? Það er svona misjant stundum. Ef við erum á hans bíla þá leif ég honum að skrúa niður rúðuna og hann blæs út. En við erum á mínum bíl. Í bensanum? Það má ekki svona prumpi í honum. Það er eins og að komið að dagskarliði. Við þurfum bara að segja hvað þú varst. Þú varst horfin hérna. Já, ég fór bara að svo klósetti. Já, ég mitt. Þess að helviti góð. En veistu hvað? Nú er ég ekkert að stríða neitt. Nei.
Ég tók á móti Sverri Bergmann. Það styttist í föstudagsslaginn. Það styttist í föstudagsslaginn, hann mættur. Og já, þannig að Svessi er rétt og mættur. Ég var samt að spája að fara núna í áður en hann kemur, að fara í sturlaða eða hrossaskítur. Like it. Og það er keppni, það er Steindi og Rikki og ég ætla að hafa út að borða ekkert eitthvað too fancy. Hvað er ég að tala um? Það er Nanatai, ég byrði upp á Nanatai fyrir hans sem vinnur. Ok. Verið þið ready? Ég er klár. King Thomas reynda gefur okkur ekki afsláð þar en hann þarf að eiga honi sem svo aðrir. Já, það er rétt. Já, ég vil ekki afslátt hjá honum. Fyrsta spurningin og Rikki, þú sem byrjar, við skiptust alltaf á og það er líka gaman ef hlustendur eru að taka þátt. Plöntur fá hita og verða veikar eins og við mannfólkið. Sturlu staðreind eða hrossaskítur? Plöntur verða, já, sko ég minna þær verða hálf slappar oft og svona byrja að vera sjúskaðar. Fá þær flensu? Já, mér finnst það fáránlegt þegar blöð hefur bara verið heima einhverjur og bara ákveða að taka þetta sem hrossaskít, þetta hlýtur að vera Sturlu staðreind. Ég meina, hafið einhvern veginn séð plöntu, hafið séð kaktus með bronkitis eða? Nei, en það getur ekki verið, þú hefur bara verið heima þegar allt í einu bara, já. Ég er orðin nokkur naskur í en ég ætla ekki verið að gefa henni hins. Fá plöntur hita og verða veikar eða ekki? Rikki á að svara fyrstur núna. Hita, bara fíver. Ég meina, hvað, hefur þurft að rassamæla plöntur ekki? Nei, ég hef ekki þurft að gera það. Hvað er að mér? Hún virkar veik eða? Hún virkar eitthvað lasir. Nei, ég hef ekkert verið að pæla einn sérstaklega en ég sé plöntur sem eru slappar. En hvað vitum við út í sleik við ketti? Já, ég meina það er vesen að þér. Hvað, eru þið í Tjarnabíó í kvöld klón 7 bara? Herru, ég ætla að setja þessi Sturlu staðreind. Hvað segir þú, Steindi? Ég ætla að segja þetta sé Sturlu staðreind líka. Það er rétt í okkur. Já! Plöntur verða veikar og fá hita. Yes. Þá er það næsta spurning. Það er til típa af mús í Mexíkó sem ylfrar á tunglið eins og úlfur. Sturlu staðreind eða hrossaskítur? Hvað, það er til hvað segirðu? Það er til típa af mús í Mexíkó. Hvað er það að lesa, segirðu? Típa af mús að gera hvað? Sem ylfrar á tunglið eins og úlfur. Ég er ekki minn mann þarna, sko. Það er búin að lesa minn blöð, sko. Það er svo, ég fattar ekki. Ég meina, eru það ekki bara, en eru það ekki bara tístandi? Ég meina, það er tísta bara, það er ekkert eitthvað á tunglið? Já, ég meina já, er til mús, hvað segir þú ekki? Mús í Mexíkó, þetta er greinlega einhver sérstök tegund. Herru, þetta googla þetta. Herru, leiðu með síman. Herru, ok, geggjaður. Er eitthvað að ykkur? Haldið ég tekið upp síma minn og googla þetta. Is there a mouse in Mexico who is like a wolf? Herru, ég veist það, mér finnst þetta svo fallegt og ég vona svo innilega þetta sé satt að ég ætla að segja þetta sé Sturlu staðreind. Já, ég er að hugsa að hendi Sturlu staðreind líka. Og þetta er Sturlu staðreind. Það er til þetta. Það er mús í Mexíkó sem ylfrar eins og hérna. Mér langar svo í hana, mér langar að eiga hana. Já, þá er það þriðja spurningin. Það er til þungarokkshljómsveit sem heitir Canins og er með kött sem lýsing. Herðu, viltu ekki komast í gegnum þetta átakalöð, hvað varst að segja? Hvað er í gangi? Er til hvað? Er til hvað? Hvað varst að segja? Er til Hæ? Hvað er þetta? Það er til þungarokkshljómsveit sem heitir Canins og er með kött sem söngvar. Sem heitir Caninus. Caninus. Og er með kött sem söngvara? Já, sem með kött sem aðalsöngvara. Þungarokkshljómsveit. Er þetta Sturlu staðreind? Ég er að sjá það fyrir mér á tónleikum. Vá. Hvað er að gerast hérna? Það er að tala inn og kalla. Skotu sjálfur. Sorry, ég byrst afsökunar þessu gæru hlustendur. Þetta hlýtur bara. Þetta getur ekki verið annað. Þetta getur ekki verið annað en hrossaskítur. Það bara er ekki annað. Þú ert ekki til hljómsveit, þú ert með kött sem lead singer. Það er bara ekki fæðilegur. Fyrir hvernig eru þeir að spila þá? Þeir eru að spila fyrir annarkvöld mann. Ég
Ég ætla að segja þetta sé algjört horseman year. Ég ætla að segja að þetta sé Við konar getum að tónleika að gera, nú með hverjum með Kanius, hvernig voru þetta? Þetta var svolítið sérstætt á köttur. Mér finnst nefnilega þetta hljómar, þú veist En þeir voru góðir. Það gæti alveg verið, mér finnst bara nafnið vera eitthvað svo Kanus Kanius, C-A-N-I-U-S. Já, ég ætla að segja að þetta sé sturlustærind. Nei, þetta var hrossaskítur. Þetta hrossaskítur, hvað er ég að segja? Á tónleika í hlékarinn með Kanius og einhver köttur bara með mikrofóna. Þetta gæti ekki hann að vera. Þetta er þetta bara fárlega góð pæling eitthvað. Ég ekki keypt þetta öðru. Það er bara langt sinni hlegið saman. Þá er það næsta, það eru 2 eftir. Reykingar auka hrukkur og hraða öldrun. Sturlu staðrind eða hrossaskítur. Það er svo skemmtilega til að þú ert að byrja núna, Steindi. Reykingamaður mikil. Ég að hætta, en hvað sagði þetta að vera? Ég flýtti fyrir hörnun. Það ætla ég nú rétt að vona, annars væri ég ekki að þessu. Ég ætla að segja að þetta sé sturlu staðrind. Já, þetta er eins mikil sturlu staðrind á verður. Það er rétt, þetta átti nú bara að vera svona forvörd fyrir þig. Hvað viltu fá hrukkur fyrir, Steindi? Akkurat, svona forvörd, já, ég skilji. Viltu fá hrukkur fyrir? Þetta er rosa flott hjá þér og Nei, menn ég spyr Allir Steindi sé í sík og með kettunum í pásunni þarna Í hlékarni Með Kanius Rosalega þið finnir hérna eitthvað Vá, kom trúðabílinn hérna á þann og lyftur þér út Það var að síðasta Því heitara sem í herberginu Því meiri verður fullnæðingin í kynlífi Sturlu staðrind eða hrossaskítur Nú, kviknaði þér ekki Og það byrjar að leika Já, heitar í herbygginu Já, veist, ég til dæmis Ég get ekki heitt herbyggi, ég þarf alltaf að vera með allt galopið sko. Það kannski útskýra okkar að kynlífið Þetta er svona lélegt Hvað, varst þú að ringa í konuna? Það er svo kalt hjá þér Já, ok, frábært Herðu, ok, þetta hlýtur Ég ætla að segja þessi sturlu staðrind Það fullnæði ekki verið betri í heitar herbyggi Ég Sveittari og svona í meiri gýr og Já Og ég bara Ég vil ekki fá þessa mynd í hausnum Ég er ekkert svo viss þetta Þú veist, ég meina, akkur Jú, ég meina, það er ekkert gaman að það er ískalt skilur, það er náttúrulega skellur En Ég það svar Í svona eðlum stofu hefur þetta verið fínt sko. Já, herru, þetta var sturlu staðrind Þetta er ekki búin að vinna hvort þeir Sköldum auðlýsingar Voðalega tímið fór í þetta Velkomin í Ísbúð Vesturbæjar Í Vesturbænum, Miðbænum, Austurbænum, Kópavogi, Hafnarfirði og Grafarvogi Ísbúð Vesturbæjar Þar sem að gamli ísinn er alltaf glænýr Ertu komið með frí 19. júní? Secret Solstice með til sölu á tix.is. Allt fyrir Eurovision partíið í Hagkaup. Brakandi snakk, gómsætt sælgæti, kalt gos, ferskt sushi, erlendir ostar, ferskir ávextir, ljúfengarítífur og margt fleira. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegasta versla. Ert þú að leita góðum gallabuxum? Þú fær vinsælu gallabuxunar frá Branella og Puls í Momo. Momo Garðatorgi 1. Momo því þú átt að skilið. Eurovision Party Páls Óskars á Spott Kópavogi laugardaginn 13. maí. Framkoma Helga Möller, Sigga Beinteins, Selma Björns, Steppi og Eyvi, Frikki Dór, Aron Hannes og svo ykkur gauður sem heitir Páll Óskar. Náðu þeir í miða núna á miði.is. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í fjölmiðlafræði til BA-prófs. Fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Viltu halda ættarmótið á Old Trafford? Það er risapottur í boði fyrir 13 rétta á enska getrunarseðlinum helgina. 1x2 í tippum. Átt þú rétt á slysabótum? En kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Vakúmpökkunarvélar, brettavarningsvélar, bindivélar, bakkalokkunarvélar, flæðipökkunarvélar, filmupökkunarvélar, pókalokkunarvélar, kassalokkunarvélar, blegsprautuprentarar, iðnaðarprentarar, videojetprentarar. Þú færð allt til merkinga og pökkunar hjá okkur. Plastmiðar og tæki. pmt.is. Ykkar skemmtun, okkar fókus. Hókus pókus Laugavegi, hókuspókus.is. Hraði, spenna og frábær fótbolti í Inkasso-deildinni í sumar. Komdu á völlin. Inkasso. Það fyrsta sem þú ferð í, það síðasta sem þú ferð úr. Misti, undirfött fyrir þig. Misti, Laugavegi 178.
Öll flottustu merkin á einum stað. Við sendum frítt heim að dyrum og 14 daga endurgreiðslufrestur. Skór.is netverslun. Í kvöld á Stöð 2 Impractical Jokers, asíski draumurinn, bráðfjörugur þrautaþáttur með Ötta, Sveppa, Steinda og Pétri Jóhanni. Og þar á eftir frábærar bíómyndir, Step Brothers, gamanmynd fyrir alla fjölskylduna og My Old Lady, romantísk gamanmynd af allra bestu gerð. Stöð 2 margfalt skemmtilegri. Sumarið handan við hornið og þá leyfum við okkur að vera með trollfull box af ís, ávöxtum og nammi með sósu yfir frá Jó-Jó Ís. FM 957 að detta í sumargýrin og við ætlum að gleðja heppna hlustendur með gjafabréfum á Jó-Jó Ís á Egilsgötu eða á Nýbýlavegi. Ísferðirnar í Jó-Jó eru skemmtilegar. Þú fara að gera allt eins og þú vilt og það engin biðröð. Úrvalið svo mikið að þú getur mætt einu sinni á dag þar sem þú átt eftir ólifað og aldrei fengið þér eins ís. Fylgstu með á FM 957 næstu daga og þú geti náður í gjafakort á Jó-Jó sem tryggir þér fullt box af gómsætum Jó-Jó Ís. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. But it doesn't mean you're in my circle. No thanks for asking. Það held ég virkilega gott lag. You Don't Know Me hér með Jax Jones í FM 95 Blö. Við drengirnir komum með góðan gesti í stúdíóið og já, þetta góðu vinnu þáttarins. Það náðu komið fram, hann var í fyrsta þætti allra tíma hér í FM 95 Blö og það hann Sverrir Bergmann, verður velkomin. Sverrir. Þú voru að fara miklu nær Já, hvað er ekki nær, það er komin inn í hann. Já, það heyrðist aðeins betur í þess. Já, sett hann upp í því. Ríkja þeir Ég vil ekki vita hver búin að vera á þessu mæk. Það er alveg mikið ógistu lið. Þeir þurfa að fara að kaupa nýja græjur þetta ekki. Er Gústi Híðans að hlusta það? Já, ég... Það þarf aðeins að fara að uppgöta Það er svo góði hirðinni sem sponsa þetta stúdíó. Menn þurfa að gleypa mækina til að koma þetta smá spjall. Já, þetta er í vinslu. Follow Hvernig hefur það, Sverris? Ég er bara furðu góður. Nú spyr ég bara frá hjartanu því að ég hitti þú að sjaldan þessa dagana. Þú ert alltaf í útlöndum. Nei, þú ert bara alltaf svo busy maður. Spurðu hann bara sem tónlistamann og Magic spilara hvernig hann hefur það. Byrju, það er reynda bara gott að hann sé byrjar að spila eitthvað annað en Destiny. Maðurinn er búin að tindur í þeim heimi núna í, 2 ár? Það er svo gott og gaman að taka nokkuð headshot. Eins og Egill orðar þetta, hann fer yfir í hinn heiminn. Já, vonda heiminn eins og ég kalla hann. Þetta er ekkert vondur heimur. Nei, viltu ekki freka vera með vinuðinum og fjölskyldu hérna í þessum heimi? Það er ekki skemmtilegra. Það er komið nýr leikur. NBA Playground. Er það eins og NBA Jam eða? Já. Þú ert að spila heiminn. Ég ekki auðvunnaði fyrir svo mæk. Ert þú svo að spila tölvuleikið? Já, ég var Þetta er mjög góð, hann er besti NBA Jam spilað. Sko, þetta kemur frá Gaur sem var með Pick TV og er mesti gamer í Íslands. Nei, hérna Game TV. Hann sagði ég væri besti NBA Jam spilari landsins. Já, það er endar nokkuð. Ég hef náttúrulega lent í því, sko, vissinni. Má ég segja það sögu? Já, segju það sögu. Af hverju ekki? Jú, það er svo sem allt í lagi. Við hefum aldrei verið að bulla neitt hérna í hlustundum. Þegar ég átti ammali einu sinni, það var á 5. degi og semst ammali mitt var á 5. degi. Þannig að þá byrjaði að fagna þá og svo var ammælisveislan á föstudagskvöldi. Og Steindi kom, við vorum í garðinum heima í Botja. Glappaði sól og allir með bjór og Steindi kemur of seint. Kemur klukkan 9:30. Sjokkar. Já, í garðin. Það var eitthvað einhverju góð ástæða. Já, ég var í hann var löglega afsakaður eitthvað. Og hann kemur og svo fyndi því að hann segir herruðu bara, kona var alveg í stuði og eina sem ég lofaði var að vera komin áður hún fari í vinnuna og við fórum eitthvað að hlæja því að ammali. Hann segir þetta aldrei. Ég segi þetta líka bara í grín. Ég veit það. Þú veist, ég get komið heim áður en hún þarf að vakna og fara í vinnuna. Já, þetta var 50-dagskvöld, þannig að lokar allt 1. Ég bjóst bara við að fara heim 1. Nefna það að svo bara er ammali og mikið stemming í bænum, þá fréttum við að það er opið í Keflavík til 6 á 50 degi. Þannig að Nei, opið til 5. Já, opið til 5, já. Ég hurra allir mér leigubíl og við fyrir þangað og það er ekki hægt að segja nei við ammælisbarni. Og við tjömmum þar til 5, svo komum við heima á svo gott veður þannig að við ákveðum að fara í Botsia aftur í garðinum. En þá var ég samt komin á klukkuna, sko. Já, þá klukkan var 5:30 og Sverrir Bergmann, hann gaf mér í ammælisgjöf að hann myndi fara að sofa þegar ég færi að sofa. Þannig að það var hans afmælisgjöf. Svo ákveða að fara inn í herbyggi, sjónvarpsherbyggi, af því að ég var búin að vera að segja við Steinda og Sverrir var búin að vera að taka undir það. Ég væri besti NBA Jam spilari landsins. Þannig að við fyrir minni sjónvarpsherbyggi, erum þar, af því að Steindi, hann var alveg henni heim. Sverrir vorum að fara inn að syngja, inn og svo. Og Steindi segi, ég ætla að vinna þig, förum að inn. Og hann tapar fyrstu 2 leikjunum og þá segir Steindi með orðrétt, ég fer ekki heim þegar ég er búin að vinna 1 leik.
Herðu, hann tók leigubíl heim klukkan 9:30 morgunum og var ekki vinsæll. Já, við getum orðað þannig að það var allt brjála. Það svolítið þannig að þú mætir heim 9:30 daginn eftir, það ekki vinsæll. Morgunmaturinn var búinn, sko. En svona, þú veist, ég veit að ég ekkert einhvern veginn að ég kem aldrei vel út úr þessu, en ég var allavega ekki búinn að eignast barn á þessum tíma. Nei, varst einhleypur? Já, var ég einhleypur? Nei, einhleypur, þú varst ekki orðin faðir. Já, það svona örlítið skárra en samt ekki með þetta hrikalegt, sko. Já, þetta var skellilegt og með þess að Sverrir, hann stóð svo vel við afmælisgjöfina sína, hann var sofandi á öxlina meðan við vorum að spila. Þetta var basically bara henni, Sverrir Bergman var sofandi í gæsalöpum á öxlina á þetta og við vorum að spila NBA Jam til 9:30 morgun. Ég var að vera brjálaður, ég var að geðveikur. Og ég hló svo mikið, þess vegna var ég ekki sippin, mér var svo gaman að vinna það í hvern einasta leik og hann var svo reiður. En vannst hann ekki? Ekki eitt leik. Nei, ég endanum bara flestirringin fór í gólfið og ég lappaði bara út held ég, sko. En það eins og komið að fyrstagslæginu hér í FM 95 Blöð og Sverrir, hvað með handa okkur? Herðu, það er Eurovision helgina. Eurovision, já. Þannig að við ákváðum að ég taka cover sjálfsögðu af Eurovision-lægi. Hvaða Eurovision-læg? Það er, hvað með það? Með Dada? Já, hann er búin að cover alla og við ákváðum að cover hann bara tilbaka. Eða þú veist, ekki cover að mér undir aldrei, sem er illa séð. Já, ég fíla þetta, við skulum fá að heyra og það er sjálfsögðu Túborg sem að býður upp á föstudagslægið. Við skulum teka á þessu. Túborg léttul kynnir Albatross í Hlégarði. Það var stemmingi þessu. Já, þetta er æðislegt. Já, mér er að fíla þetta. Ég er komin í Eurovision stemmingu. Þú fílar hljómsveitir þó að sé ekki með ketti sem aðalsöngara. Ertu að tala hljómsveitina Kanius? Kanius er rosalega, sko. Steindi held þetta að vera stjórnum starinn. Hann held að væri bara þungaroksljómsveit sem var að ferðast heiminn með kött sem aðalsöngara. Ég er að sleikja hund en að fara í 69 við hann. Ég veit ekki alveg hvað það kom. Nei. Ok, segðu mér eitt núna, Sverri, þegar ég spurði á hann hvort myndur þú fekk að sleikja hunda eða hvað, sástu einhvað kynferðislegt þegar ég spurði? Nei, ég held bara að vera að fara að sleikja bak. Sem betur fyrr. Ég sá feldana fyrir mér. Það var akkurat pælingin, Steindi fór bara eitthvað annað. Steindi er veikur, sko. Styttist hér í... Steindi, hvað er þetta? Styttist í spurningakeppni Rickans. Sem ég er mjög peppaði fyrir. Því að þetta er einhvern veginn svona, maður þarf ekki alveg að vera á nálum eins og yfirleitt. King of Mama's Boy. King of Mama's Boy. Það kom ekki svona orð sem gilsarinn með. Nei, ég fíla það, það er gott. Sverrir, hvernig er helginni þér? Hún er bara róleg og góð. Já. Það fara að skella en vídeo af þessu lægin og eftir hún bara... Já, það kemur alltaf vídeo eftir hún Já, fyrir hlustöndur sem vilja hlusta aftur á lægið og sjá vídeoðu, hvert fer það? Það fer inn á bara Facebook, Albatross. Facebook, Albatross. Plug! Það er ekkert flóknara. Við ætlum að fá hér auglýsingar, svo förum við í spurningakeppni Rickans. Hvað er þetta að kalla þessu spurningakeppni? Spurningakeppni Rickarans. Rickarans. Okkur fóruð ekki bara beint í auglýsingar, maður. Gleðjum mömmu á mæðradaginn. Mæðradagsvöndurinn er hjá okkur. Blómalar. Stærsta tónlistarhátíð sumarsins snýr aftur helgina 16. til 18. júní. Aldrei áður hefur dagskráin verið jafn spennandi. Foo Fighters, Rick Ross, The Prodigy, Big Sean, Chaka Khan, Richard Ashcroft, Young M.A., Pharomones og Anderson .Paak sem var tilnefndur til 2 Grammy-verðlauna. Ekki missa af þessari veislu. 16. til 18. júní miðar á tix.is. Sindri vinnuföld kynna Blóklót torfærin á Hellu 13. mæ klukkan 11. Flugbjörgunarsveitin Hellu. Það eru fríhafnadagar í snirtivörudeild Hagkaups til mánudags. Hagkaup, það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Þú færð fæðubótavörur frá Optimum Nutrition hjá okkur. Perform.is, Holtasmára 1 og frí heimsending á öllum vörum. Perform.is, verslun með hágæða fæðubótavörur. Happy Hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Langar þig í sumarbústað í sömu götu og Ronaldo? Það er risapottur í boði fyrir 13 rétta á enska getrunarseðlinum helgina. 1x2 í tippum. Hvað ert þú til í að borga fyrir bifreiðaskoðun? Kannski ekki meira en þú þarft. Þetta gruna okkur. Tékkland. Ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Náðu lengra með TomTom GPS snjallúrum.
innbyggður púlsmælir, tónlistarspilari og tenging við Bluetooth heyrnatól. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Sumarleikur dronefly.is. Hvað hljómar betur heldur en frýr dróni? Allir þeir sem versla dróna hjá dronefly.is í sumar fara í pott og eiga möguleika á því að fá drónan endurgreiddan. Sigurvegarinn verður dreginn út í beinni 16. júní. Bananasúkkulaði með lakkrís og bananafyllingu. Það ekki svolítið banana? Prófaðu bananaperlur, glænýja viðbót við lakkríslínu Nova Sirius. Þetta næstum of gott til að vera satt. Klár fyrir helgina. Kíktu við Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Áskrift í sinna 1817 á 368.is. Stundvið sport. Besta sætið. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Það held ég, þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á föstudegi. Föstudagurinn 12. maí og það Eurovision stemming í Íslendingum. Báðar forkeppnina búnar og aðalkeppnin á morgun. Og það skiptir ekki máli þó við Íslendingar séum ekki með. Það alltaf Eurovision feelingur í okkur Íslendingum. Sjálfsögðu. Það samt. Jó, það alltaf gaman. Við erum að skemmt, við erum að visslust í annarkvöldanum. Missum hvort við að þessu stendi. Ég ekkert vissum ég að hörsta á þetta. Jú, ég horf alltaf á Eurovision. Já, ég horf alltaf að Ísland en eftir hvernig þetta býða Íslandingar ekki. Það bara lögin maður. Ég þarf náttúrulega að skoða hvaða lög geta farið í spilin hjá okkur. Nei, þetta ömurleg lög og þetta allt glata. Að skoða hvaða lög geta farið í spilin. Ég komi strax með lag. Robin Bengtsson frá Svíþjóð fyrir pottið í spilin hjá okkur. Ég þurfti að veðja á þetta til að horfa á þetta. Eins og ég segi bara, þetta náttúrulega alveg hræðileg keppni. Þetta hundlegir þetta út. Það glata þetta út af því að eina ástæðan fyrir mann inn að horfa á þetta er að því að við værum að taka þátt. Já, mér finnst alltaf gaman og stigagjöfin og þú veist, það er gaman jafnvel að búti drikkjuleiki kringu það og allt þetta. Það má alveg sjómlast aðeins í kringum þetta. Það er nú bara jákvætt. En eins og þetta staðinu í dag, þá er þetta bara drullulegilegt, sko. Mér finnst ég horfði á þriðjudaginn. Já, svala góð, ég held að þetta er bóttið frá hann. Þetta var flawless. Þegar ég heyrði fyrst lagið með Sölu, þá fannst mér actually bara svo ok. Við erum með lag sem gæti actually bara unnið, ég fann það ekki. Það sem er að skemma fyrir okkur Íslendingum, við eigum hvorki vini né óvini í þessari keppni, það er ekki gott. Já, það skiptir máli að eiga vini, en þó er óvini á skiptir ykkur máli því þú fær alltaf vinina. Við eigum hvorki vini né óvini. Svo maður heldur ekki gleyma hvað er fára að horfa á þetta, af því að ég átlum þessu vini sem voru út í Frakklandi þegar þetta var einhvern tímann og þau leituðu allstar og öllum pöppum, öllum hótelum, allstar getur einhver, er það að sína Eurovision contest í kvöld þú veist, það vissi enginn hvað það voru að tala enginn. Þetta er mjög stórt til dæmis á Norrlöndunum, þetta er mjög stórt í Svíþjóð, þetta er mjög stórt í Noregi og þetta er stórt Írland. Jæja, herru, hættum þessu Eurovision bladri og förum í spurningakeppni, hvað sagðu þau? Rikkarans. Skrítið nafn. Mjög gott nafn. Það er King of Mama's Boy. King of Mama's Boy. King of Mömmustrákur. Hvor er meiri mömmustrákur? Auðun Blöndal, Steindi Junior. Og þið náttúrulega, þið viljið vinna þessa keppni af því að dömur elska gæja sem eru mömmustrákar. Ég skammast mér bara ekkert fyrir að vera mömmustrákur og alltaf verið. Málið það, þetta eru 11 spurningar í dag. Já, 11, ok, þá skulum við fara að byrja á þessu. Herðu, númer 1. Hefurðu fengið gill frá mömmuðinni eftir 10 ára aldur? Fengið gill? Er það að tala bara svona eins og strúkamanni? Já, bara auðvitað. Ég meina, þú veist, liggur við hliðina á henni með bera ofan, hún gillar það í bakið. Já, fannst það ekki líklegt? Ég liggi bara í kjöldinu, en fannst það eftir 10 ára. Eftir 10 ára mamma er ekki gillað eftir 12-13 ára? Já, jú, allir ekki, jú. Það er punktur á báða. Ég ætla að tala það að ég liggi upp í sofa hjá henni þessa daga. Já, hún er ekkert svona að gillaði neitt. Númer 2, hefur mamma þín ekkert sótt þig á stað þar sem þú gistir óvænt kvöldin áður? Nei, það heldur ekki. Mamma og þau flytja suður í sikkur lagi þegar þetta er svona dætt inn hjá gamla. Þannig að, nei, ég var bara einn fyrir norðan þann. Það lappa heim sjálfur. Það er punktur á hvoran þar. Walk of shame. Það er æðislegt að sjá fólk í sparifötum á sunnudagsmorgnum einhvern veginn að duttast einhvers staðar að hlaupa yfir eitthvað. Já, ég dæmi það samt ekki neitt. Já, ég dæmi það ekki neitt. Það er bara gaman að því. Þetta er náttúrulega. Númer 3. Ringjur reglulega í mömmuðin að þú ert þunnur og lítill í þér heima þér? Ekkert bara í þunnur og lítill dýni, ég bara ringið mjög reglulega í mömmu minn. Já, bara, en sérstaklega úr þunnur og lítill í þér. Hann er að pæli að þú ert búin að vera bara lítill í þér, þarft að heyri í múttu. Já, það er alveg dottinn. Já, þá væri ég ekkert að ringja til að fá eitthvað pepp, sko. Nei. Ég væri bara aðtöða hvort að ég geti komið í mat, ég myndi ekki nenn að elda eða eitthvað, held ég.
Ok. Þetta punktur á hann? Punktur á Steinda hann líka. Það er ekki alveg þetta punktana. Númer 4, kommentar mamma einn reglulega á statusa hér á Facebook eins og til dæmis flottur sæti strákurinn minn eða er svo stoltaði dúllinn minn. Já. Ég held að sé ekki til status á Facebook hjá mér sem móður mín hefur ekki kommentar á. Nei, það er sama hér. Já, það er punktur á báða. Númer 5, hefur mamma einn ekkert að labbað inn á þig þegar þú varst að gleðja sjálfan þig? Nei, sem betur fyrir. Veitu, ert þú eitthvað, þú var að hugsa eitthvað? Sko, ég náði að fela það. Já, þú heldur það náttúrulega, þú varst náttúrulega ólingur og... En hún vissi potið hvað varst að gera þarna? Já, sko, mamma mín var náttúrulega að byrja að fatta það alveg, og það þurfti einhver snilling til átt á því ég var ekki kvefaður hverju kvöldi þegar pappirinn var hann undir borðið, sko. Þannig að hún vissi alveg hvað var í gangi, sko. Já, ég verð því miður að gefa punkt á blöð þarna. Já, en það lappaði ekkert inn á mig bara í einhverju hardcore þetta og svona. Nei, en hún vissi hvað var að gerast. Hélst tippalingin. Nei, mamma sænkaði yfir. Númer 6, spyrir mamma einn reglulega hvernig ástamálinn gangi hjá þér og hvort þú sért með eitthvað lænað upp fyrir helgina í þeim efnum. Lænað upp? Hvað ertu eitthvað rugglaður? Hvað er það mamma mér sé að spyrja mig hvort sé eitthvað lænað upp fyrir helgina? Já, bara hún að, sko... Hún myndi berja mig, ég myndi segja þetta við hana, sko. Lænað upp? Þú ert ekki svona. En já, hún spyrir mig reglulega hvort það sé eitthvað að frétta en hún er ekki að spyrja mig hvort það sé búin að læna ykkur upp fyrir helgina. En já, svona aðkon bara. Já, þú veist, ég er samt, ég er náttúrulega bara, það væri mjög skrítið ef ég fengi þessa spurningu. Já, en bara svona áður... Já, en mamma þín var að spyrja þig hvort þú væri búin að læna ykkur upp fyrir helgina. Já, ég með tvær ekki segja Sigrúnu. En bara áður nú byrjaði með konni, þú veist. Já, nei, það var ekkert verið að læna neinu upp. Ég þannig maður, ég get einhver lænað upp. Punktur og blöð þarna. Númer 7, hefur mamma einn ekkert mann tekið umræðina við þig að það sé mikilvægt að nota smokkinn? Nei, er það ekki bara í einhverjum svona lillum bandarískum gamanmyndum? Já, held ég. Ok. Man lærði þetta bara í skóla. Númer 8. Björgum við erum með góðan punkt hérna. Sótti mamma þínu ekki Steindi eftir fyrsta skiptið þitt? Hver er að segja það? Þú, já, nú því ég fyrir að hugsa þú sagðir það. Það er stöðlægt. Þú er svo mikið læg. Það er maður með Jim Carrey þetta í læg að læga. Hann er bara logið á sínum tíma til að fá stigur. Nei, allir það ekki. Það getur vel verið. Ok, frábært. Fæ ég það stigið? Nei, fær ekkert stig, bara lígari. Númer 8. Lígari, alls ekki. Hefur mamma einn tekið á móti dömu heima hjá þér þegar þú bjóst í foreldrahúsum og þegar daman tók vokk á seim út úr herberginu fór það mamma einn að spyrja hverra manna hún væri og hvað hún væri að gera í lífinu? Nei. Já, það er gæst. Já. Það er punktur. Gerist í frostafaldunni einu sinni. Já. Akkurat. Ekki það, ég ætla að fara eitthvað meira út í það. Hvað eru margar eftir í þessu? Það eru 3 eftir. Þetta er æsispennandi. Þetta er bara lengsta spurning að geta allar tíma. Númer 9. Hefur mamma einn þvegið þér fötin eftir 25 ára aldur? Nei, ekki til 25. Já, hef mér. Ég hef farið með pokateilunar þegar ég er komin í vesen. Þú ert komin í vesen? Já, bara þegar ég er að þvó heim. Þú og Sigrún bæði fár veik þá? Hvaða vesen er þið? Bara þegar ég er að þvó, við erum að þvó bara fullu allstaðar og þá hef ég svona sendt hana heim með eitt poka svona, mamma, herru, tekur þetta ekki með? Ok. Ég skammast mér fyrir að segja þetta. Herru, næst síðasta spurning, ferðu reglulega með mömmuðin í bíó? Já, við erum í bíóklub. Já. Nei, ég getur ekki sagt reglulega. Það er mjög langt sinni fórum í bíó síðast. Það er nú eitthvað sem ég þarf að fara að gera mig í. Ok. En talandum að fara með svona þvottinn, senda foreldra með þvott, sko, þá veit ég að Svanþór Einarsson, vinur minn, fasteignarsali, hann fer alveg, hann hikar ekki við að fara með þvott til foreldra sinna. Hvað er hann kallaður af ykkur félagum? Hann er bara kallaður ýmislegt. Það eru síðan spurningin. Hefur hringt í mömmina í útlöndum pingu lítill eftir að tapa í spilavítu og segist þú að hættir þessu kasínókjaftaði? Nei, ég líkaði henni að það gangi svo sé ekki að deyja stressi. Það er hjá okkur báðum, það er bara... Þetta er Undisputed Winners, 7-4. Mama's Boy. Já, vel gert. Og já, ég hef nú sagt þetta á FN95 blöðsnappinu og sagt þetta oft áður, drengir regla nr. 1, 2 og 3 í lífinu. Vera góður með mömmu sína. Don't be a fool for the city nights. I know it's cool, but it's only light. Baby, with you, I could never lie. Don't go
held ég, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengirni þökkum ykkur kærlega fyrir það. Þetta er Robin Schulz með Headlights. Fínasta lag sem ég er allavega ekki enn komið leið á. Það styttist í Þórunni Antoni, hún er með splunkunýtt lag, við ætlum að frumflytja það hér ásamt því að hún ætlar að senda okkur í karaoke-keppnina sem allir verða að taka Prodigy-lag. Aha. Og tengist að Sigrid Solstes, Prodigy á leiðin til landsins. Algjörlega. Þannig að það verður stemming. En það er komið að augljósum staðrendum. Yes! Það eru, Rikki, það er mjög gaman, Rikki, að hafa þig enn í dag. Þetta er því líka veistla, sko, ég er búin að bíða eftir þessu allan þáttinu. Það er bara þetta getur ekki verið að þið finnst þetta fyndið og raunbervitni. Jú, ég elska þetta, ég elska ekki. Þú kendur samt fyrir mér ekki, þú íkir hláturinn aðeins. Nei, ekki fræðilur. Þetta er eins og real og hægt. Þú þekkir mig blöð. Akkur má hann ekki bara hafa gaman? Þú öskrar ekki, þetta er ekki það. Ég grenja gjósanlega. Heyrður hann ekki öskra á þegar við vorum að tala um einhverja kattaljómsveitar? Já, það skildi ég, það var fyndið. Nei, þetta er fyndið. Þetta er fyndið. Herðu, ég ætla að biðja þig að íta á takan og setja Mr. Selfridge-bettana. Já, hvernig gæti ég glemt því? Settu á Mr. Selfridge. Já, hann er nákvæmlega hér. Já, er þetta hækkan eitthvað? Hann er í botni, Rikki getur staðfesta. Já, hann er í botni. Hann er kvínandi í botninu. Já, það er hann í. Herðu, þetta eru sem sagt, þetta er svolítið skemmtilegt, því að Rikki baði augljósa spurningu, ég er með 4 augljósa staðreyndir og 1 augljósa spurningu. Elskar spurninguna. Spyrir Rikka í dag. Nei, ég ætla að spyrja, ég held að sé betra að ég spyrir þig. Þú er að horfa líka í augun á mér, þú beint að móti. Þá er komið að fyrstu augljósu staðreynd dagsins og Rikki, haltu þig fast. Löggur geta ekki handjárnað þig ef þú skerð af þér hendunar. Þessi er mest að slöpp. Ef þú skerð af þér hendina, hvernig er að smetla járnunum? Þau myndir renna af þér. Þú getur rent af þér bara. Þú getur ekki handjárnað þér ef þú myndir skera af þér hendunar. Þá myndir handjárnað þér dætt af þér. Þetta gefur eitthvað leið. Þetta er mjög augljóst. Þá er komið að annari augljósi staðreynd dagsins. Fólk fæðist ekki í fötum, það kaupir þau. Það væri mér skrítið. Mamma myndi fæða það þó var einhverju stóru ríkfranga Þessi er ágætt. Geðu þessa, þessi er allt í lagi. Hún er alltaf betri handjárnum. Nei, ég finn að fólk, það væri mjög sérstætt. Það væri skrítið ekki. Það varst að sniffa eitthvað, lífið eitthvað. Þetta er ekki svona. Hann er bara átt að segja því hvað væri skrítið að fæðast. Ég myndur vilja fæða eitthvað í Max-skala. Það er algjört vesinn. Herru, þá er komið að 3. augljósu staðreynd dagsins. Hún hljóma svona. Hvað er með hana? Ötti. Já. Þú ert ekki banani. Þessi kom óvænt. Rikki, þú áttir ekki að vona þessu. Maður hætti að auðvitað staðinn en ég sé ekki banani. Ég meina, ef þú væri banani þá væri hún alltaf ekki að stjórna þessu þætti. Þú væri væntanlega einhverju ávaxtarskjál. Einhvers staðar ég ekki. Þú getur ekki tala eins og. Nei. Þú myndir ekki þekkja okkur. Þá var ég ekki með þér í asíska draunum. Nei, þú væri náttúrulega bara banani. Þú getur, veit það, ég geti óvart kannski Þú myndir ekki geta mig, ég var of hollu fyrir þig. Ég er sveitur. Þá komum við að 4. augljósi staðreynd dagsins og hún hljóma svona: að drekka stíflueyði losar ekkert kúkin fyrr. Þú deyrð bara. Þú myndir actually deyja ef þú drekkur hann allar. Það þarf að slá að baki á. Nei, hann er eldrauður í framan. Vá. Ég skal veikina það að Rikki er ekki að feka hlátur núna. Þetta var æðislegt. Er það búið? Búið? Býtu hvað, að drekka stíflu flýtir ekki kúknum. Þetta er alls ekki búið. Þá er komið að spurningin maður. Já, þá er komið að augljósri spurningu dagsins og hún hljóma svona og hún er, ég ætla að beina henni til þínu, Ötti. Hver er munurinn á Mæju systurðinni? Mæju systur? Þetta draga hamagræðinni þetta og hamstri. Hver er munurinn á Mæju systurðinni og hamstri?
Er þetta bara svona lítinn hamstur? Já, bara svona lítill svona bara venjulegur hamstur. Þetta náttúrulega, já, eins og hlustendur vita, það alveg sama hvað ég segi, þá finnur eitthvað annars svar. Nei, ég aldrei giska á réttsteindi, og þetta er búið að vera í 3 ár. Ég ætla að lofa núna 10-15. Nei, ég veit og breyti því. Nei, ég ætla ekki að breyta því. Systir mín er manneski og hamstur er dýr. Já, ég er... Systir mín er með 2 lappir, hamstur er með 4. Er það með 4? Já, jú, það ekki, jú, nei, það er ekki það. Hamstur er loðin, ekki systir mín. Vissulega. Systir mín talar, ekki hamstur. Nei, ég er ekki alveg að leita þessu. Nei, ok, hvað er þetta að leita? Viltu giska einu svona? Nei, ok, systir mín gengur í fötum, ekki hamstur. Nei, því miður, hamstur getur ekki fengið bílpróf. Þetta voru augljósar staðrindin. Getur ekki bílpróf. Nei, ég meina, þetta ættir að ná niður. Ná niður. Hamsturinn ef að væri að reyna að keyra bíl. Hann þyrfti að vera með einhvers konar tæki til þess. Sennilega á stultum og ef áður drepur eitthvað, þá skulum við bara hætta þessu. Hér eftir smástund, Þórunn Antonía, nýtt lag frá henni og hún ætlar að senda okkur í próti. Það er eitthvað rugglaður ekki. Viltu eiga möguleika á því að eignast frían dróna í sumar? Verslaðu dróna hjá dronefly.is í sumar og eigðu möguleika á því að fá hann endurgreiddan. Sigurvegarinn verður dreginn út í beinni 16. júní á FM 957. Kvistnós bátur vikunar er klubbur. Ljúffengur bátur með kalkúni, beikoni, maribóosti, káli, tómatum og majónesi. Kvistnós, við erum á Ólís. Það er afmælisveisla í Elko alla helgina. Við tökum vel á móti þér með alltaf 70% afslætti. Elko, lægra verð í 19 ár. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Blóklótt er torfæran á Hellu 13. maí klukkan 11. Sindri Vinnuföt og Flugbjörgunarsveitin á Hellu. Flugvirkjanám hjá Keili er alþjóðlegt nám sem býður upp á mikla atvinnumöguleika bæði hérlendis og erlendis. Umsóknarfrestur er til 15. maí. Nánari upplýsingar á keilir.net. Mamma, tjekkaðu adidas.is. Á að halda Europarty? Pantaðu veisluplatta á Subway. Aðeins 4.499 krónur fyrir 6-8 manns. Sjáumst á Subway. Góðir Íslendingar, verið hjartanlega velkomin í Eurovision Party Páls Óskars. Á Spot, Kópavogi, laugardaginn 13. maí. Framkoma Sigga Beinteins, Selma Björns, Stebba Eyvi, Helga Möller, Aron Hannes, Frikki Dór og svo okkur gauður sem heitir Páll Óskar. Náðu þér í miða núna á miði.is og sjáumst með Bacardi í hönd í Eurovision Party Páls Óskars á Spot, Kópavogi. Hvernig bragðast Hard Rock hamborgararnir í Kólumbíu og Suður Frakklandi? Skelltu þér á World Burger Tour á Hard Rock því nú bjóðum við spennandi hamborgara frá öðrum Hard Rock stöðum í heiminum. Velkomin á Hard Rock Café. Exit 977 og Bóli Kynna. Ham á Eistnaflugi 2017. 5. til 8. júní í Neskjöldstað. Miðasala er á tix.is. Þú færða á adidas.is. Sólin er komin fuglandi syngja upp með sokkana, já, útherji Ármúla. Það jafnast ekkert á við eldbakara pítsu, bökuð með ástríðu úr gæða hráefnum. Castello Pizzeria, sími 577 33 33. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Virkilega flott lag, það er svona latínó mínútur hérna hjá okkur í FM 95 Blö, ég get nú ekki sagt klukkutími. En við erum komið með góðan gest hingað í stúdíóið. Já, lyktin er strax honum betri og allt einhvern veginn árið þalleira hérna. Já. Hún er mætt til okkar góð vinkona þáttarins, Þórunn Antonía. Vertu velkomin, Þórunn. Passar vel að ég sé í hérna suðrænni sveiflu. Já, það er suðræn eitthvað. Já, rosalega. Systir hans Antonio Banderas. Já. Hann er bróður minn. Já, auðvitað, ég var náttúrulega búin að stengla því. Það vita það fáir. Það er ekki allir sem vita það. Það er svo að Chaka Khan sem er að koma á Sigurd Solstis, hún er náttúrulega amma Aron Khan.
Já, það vissu það ekki margir heldur. Nei, þetta lítið heimur. Það verða mjög fallegir fagnaðarfundir í Laugardalnum í sumar. Byrjaði með rándi standupinn Þórunn, ég ánægður með. En, já, þetta var það lífvillisingurinn. Hvað er það, Shaka Khan sé bara mamma Aron Khan? Nei, ammans. Ammans, já. Hún það samt, sko. Talandu Sigrid Stoltzers, að við erum búin að lofa þér einu núna, sem við ætlum að standa við. Og þeir eru á leiðinni Prodigy. Já, Prodigy eru á leiðinni. Já, en það er samt ekki stærsta nafnið í sumar. Nei, en sko, það er stærsta nafnið fyrir suma. Já, Foo Fighters fyrir mér. Já, það fer svolítið eftir sko tónlistasmæk hvort þú sért að pissa á þig yfir Roots Manuva eða Shaka Khan eða Foo Fighters. Já, það verða handla bara, þetta eru risabönd. Ég alltaf búin að fara, ég held ég að ferði á allar hátíðarnar sem þetta byrjaði og þetta er með því skemmtilega sem að gera, sko. Þetta er æðislegt. Það myndast einhvern meginn, þú veist, að því að það myndast einhvern meginn svona nettur útlandafílingur í þessu. Já, það gerir það. Þetta er svolítið eins og að vera á einhverju festivali erlendis, sem er svolítið skemmtilegt að upplega, sko. Og hvað, þetta er 16. og 17. júni, eða ekki? Þetta er 15. til 18. júni. Við ákváðum að hafa sko opnarhátíð líka í ár. Þar sem að fólk getur keypt sig inn á fyrsta kvöldið á fimmtudagskvöldinu. SS Soul og Shaka Khan og Fox Train Safari. Helgi Björns verður í Suðurrænni sveiflu með Shaka Khan. Fíla það. Æsku ástin hans. Já. Og en svo hérna, þetta er á þjóðatíðardaginn, þá er bara tónleika hvað með Foo Fighters eða ekki eitthvað? Ég sko, já, það bara, þetta verður allt þarna yfir 15. til 18. Bara Foo Fighters og Prodigy og allir hressir. Að gera verða svona meira steytist í þetta? Ég er mjög peppað fyrir Prodigy. Music for their, hvað heitir hún? Það er ekki Music for the Children's Generation. Er geggjuplata, hlustaði mikið á hana. Þetta er sko, Prodigy er svolítið nær sko hjá mér í gaggu og diskotekunum þar og svolítið, dekka þar. Prodigy er bara geggjur hljómsveit. Sama hjá mér, já. Þannig að hérna með Prodigy, það er eina bandi í heiminum sem ég sé tvisar. Nei, fórst á fyrstu, 94 og svo. Nei, ég var. Hvað varst að uksa það? Bara að vera að skeina mér þá. Já, ég ætlaði að segja, varst þú bara fremstur. Hvað helst það að vera 8 ára bara Prodigy bara? Ég sé það erlendis einu og fór á setjantólingana hérna heima, 2004 eða 2003. Ok, en talandi Prodigy, þá erum við lofuðum Þórunni að fara í karaoke-keppni og já, hún vildi bara að vera ein regla, allir yrðu að syngja Prodigy-lag. Og já, sko, hún fær 1 atkvæði og þjóðin fær 4. Þannig að við opnum fyrir síma, 511-0957. Ég er búinn að finna mitt lag. Já, og þú átt að byrja núna, Steindi. Á, ég að byrja? Já. Og þú ætlar að taka lagið Breathe. Já, ég er búinn að senda núna því karaoke-útgáfuna og kom með hann að skilabúinu hér. Já, ég er búinn að finna hana. Þú er búinn að finna karaoke-útgáfuna, ok, þá kem ég, og það er með textar minni og svo leys. Já. Ég ætla bara að vera henskilin, ég hef ekki hlusta á þetta lag, já, örglega í svona 10 ár. Hvað þá? Laka til. Steindi, hann ætlar að ríða á vaðið með karaoke útgáfu af laginu Breathe með Prodigy og já, þið verða að hlusta vel hlustendur því að þetta er í ykkar höndum og náttúrulega Þórunn fær eitt rándýrt atkvæði. Eina sem ég er að spá í, lögin með Prodigy, það er ekkit rosalega mikil texti í þeim. Já, þú verður svona bara að syngja hátt með. Syngja hátt með, ok. Ég er ready. Gæðin sé að koma að goffa maður sæðin. Jesus Christ. Ég myndi segja þetta var Steindi Junior með lagið Breathe með Prodigy og já, ég verða að viðurkenna Steindi, ég held að það yrði verra. Já, þetta var, sko, er þetta ekki svolítið as good as it gets? Þetta er erfitt karaoke-lag. Það er hins vegar komið að Rikka núna. Já. Rikki, þú fær lagið Smack My Bitch Up. Já, frábært. Já, það er svona eitthvað sem við varst að tala á stundir heima hjá þér. Já, þú baðst þetta lag á hann hana. Má sjá. Erst þú ready? Ég er klár. Þetta var flott í það, Þetta var maður. gullfallegt. Þetta var bara gullfallegt, þú valdi mér förðulegt lag. Þið er eitthvað að tala um mig eins og ég sé full retard, sko. Rikki, hvað var þetta, maður? Herri, ég ákvað að velja lagið Firestart og það er þá síðasta lagið í þessari keppni og maður sjá hérna þetta. Þitt er ekki Rotturinn að liðri sem hengdu sig Þetta er bara milli mín og blöður ekki. Þá er komin tími á ykkur kæru hlustendur og já, það er 511-0957 Þórunn Antonía á síðasta atkvæðið en ég ætla að opna hér fyrir síman FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, hvað segirðu? Rikki klikka alveg, það var að koma sko söngkabli, Já, alveg söngkabli í læginu til að hætti sko. Hann gafst bara upp. Hann kastaði hanglaði, það var bara þannig. Já, það var akkurat að koma söngur, en ég bara, guð mig góð, það var eins og þú var að reyna að vera breskur. Já, ég meina þeir eru breskir. Þannig að, hver var þetta atkvæðið þá? Steindi var alveg með þetta. Anskutin sér. Já. Takk fyrir að ringja samtinnur. Ok, bye. Já, hann vildi minni að vera úr breskur. FM.
Halló FM Nei, þessir þorði ekki á línuna FM Halló Herri, ég með eina svaka juicy sögu Prodigy samt. Já, við bara höfum að því við erum að falla á tíma þá getum við ekki tekið hana núna Nei, trúir ekki Við þurfum bara atkvæði maður Ok, en þá það vantilega Rikki því ég tengi svo mikið við lagið sem hún söng sko. Rikki, veist atkvæði Ok, takk Það svolítið vafasamt að tengja eitthvað mikið við þetta lag Já, ég vil helst ekki fara meir út í það sko. Nei, en takk hjá að vera hringja og góða helgi, elskunur Já, ekki máli Rikki, 1-1 Hvað var það mitt? FM Góðan daginn, hvað fannst ég skást af þessu? Skást af þessu var Kóngur Rikki G Rikki G kom með 2 stygg Vá Það er verið að trolla enn eina ferðinu Trollferðin er farin af stað, trollalestin Herðu, takk fyrir að ríkja vinnur Við fáum næsta FM Já, það er Steindi sem tekur þetta Það er Steindi, 2-2 Auðu góða helgi vinnur Ég er ekki komin á blað FM Já, Steindi var auðvitað mitt á blað Steindi kom með 3 Já, Bríð, það var erfitt að toppa Bríð Takk fyrir að ríkja vinnur 3-2 FM Herru, Auði Það var mikið kom á blað maður Herru, hvað heitir þú? 2-1 Ég heiti Hörður Hörður, auðu góða helgi, ég elska þig Bye Gamlu komin á blað FM Daginn, hver varst þið bestur? Ég fannst Öddi Herðu, það er að koma, maður að læðast inn 3-2, takk fyrir atkvæði, elsku vinnur Og FM Halló Góðan daginn, hver varst þér skástur? Stóni maður Það er Stóni, hann er komið 4 Herðu, býttu, ég við þurfum núna að fá bara Þórun Já, Þórun, hvað fannst þér best? Sko, þetta voru svo ólíkar sko framkomur Já Þetta var svona sko Bríð, Firestarter eða Smack My Bitch Up Sko, mér finnst sko, Smack My Bitch Up er svona flott þetta lægi sko Þannig að Rikki fara Rikki fara svolítið frá mér Rikki, já Svo var þetta líka sko samt sko mér fannst sko hreimurinn mjög góður hjá ég var að vinna með Idda, hreiminn sko Já, ekki þarf að taka þetta af Rikka Rikki, þú komið stig Þú komið stig, þú ert FM, góðan daginn Það var hvað, 4-2 Halló Rikki Hæ Hvað fannst þér best? Öddi Auðvitað Herðu, hvað er það núna? Þarna, það er 4-3 Takk fyrir að ringja Rikki, við erum með 4-1 Ok, það er mjög mikil spenni í þessu FM, góðan daginn Hvað fannst þér skást? Halló Hæ, hvað fannst þér skást? Halló Hæ, hver fannst þér bestur? Þú voru að slökka útvarpinu Öddi Úslita atkvæð Það sem að þér fannst best vinnur Rikki G Það er bara trollestin fór á stað og vorkendi Rikki, þú þekkir þetta maður Þetta var fín karaoke-keppni og við hvetjum alla til þess að kíkja á Prodigy en við ætlum að enda þennan þátt í dag á splunkunýju lagi og Þórunn er eitthvað sem vil segja okkur meira um lagið. Já, þetta er bara glænýtt lag sem að fættist daginn með æðislegum tónlistamanni sem heitir Aggi Friðbert og við sem sagt bara, við svona hittust fyrir tilviljun og ákveðum að prófa að gera tónlist saman úr því var þetta lag og þetta er fyrsta skipti sem að ég sem poplag á íslensku. Ok, og hvað heitir lagið? Þetta, Ég ætla upp. Ég ætla upp og það eru bara orð til að lifa með, ég ætla upp. Algjörlega, og ég er að spila mitt líka á Secret Sources, þannig að þið getið séð þetta þar. Fíla það, við þakkum kella fyrir hlustunni í dag, kæru hlustundur, við minnum á asíska drauminn sem er í kvöld, það er 7. þáttur af 8, hefst klukkan kortir í 8 og við stendir lofum góðu þetta, ekki satt? Þetta var algjör veistla og þetta gæti þessum Þetta er besti þátturinn. Já, þetta er besti þátturinn. Og ég líka það var það versta í þessu í heiminum, það var þegar að við þurftum að synda með þessum háköllum. Það er í dag. Við syndum með háköllum í þætti kvöldsins Þórunn Antonía, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að fá mig. Og allir bara að tryggja sig með á Secret Sources. Þetta er rétt að koma inn áður við slúttum þessu fyrir þá sem voru að stilla inn, þá var að koma út nýtt app sem heitir. Þá sem voru að stilla inn, þá er ekki lagið með það því að þátturinn er búinn. Já, þá heitir app sem heitir The Top List. Þetta er það sem við vorum að gefa út. Þetta er komið í, fyrir Apple og Android og við erum að gefa inn á síðun okkar The Top List síðunni á Facebookinu erum við að gefa 2 Galaxy 8 símar sem er ekki komin út. Geggjaðir símar. Þetta eru geggjaðir símar, þannig að það er hægt að taka þátt í því þar. Góða helgi, elsku hlustendur og Akureyri, City of Joy. Við sjáumst á morgun. Strákandur að koma á norður. Þetta er hættulegt. Love it.